Heyrðu Heimir, breytir það undirbúningi eitthvað fyrir að fara inn í Egilshöll í dag? Nei, þetta var bara fínt. Það voru margir að spila í gær og í fyrradag og þetta er svona meira bara að hrista þreytu úr mönnum og það er svona sem skiptir engu hvar við gerum það. Við splittuðum hópnum í tvennt. Það fór helmingur í World Class og hinn helmingur hér sem vildi aðeins komast í bolta. En þessi æfing er nú bara svona til þess að hrista þreytu úr mönnum þannig að það er aðaltilgangur með þessu. Hver er staðan á mönnum sem hafa verið í meiðslum? Aron, Jón Daði og Emil spila ekki um helgina? Nei, það eru svona ykkur meiðsli í gangi og við tökum bara stöðuna aftur í kvöld. Nú eru þeir bara í rauninni að skoða alla þessa leikmenn okkar sjúkrateymi og við svona skipuleggjum morgundaginn og hinn daginn bara eftir því hvernig stand er á mönnum og í rauninni get ég ekki sagt neitt um það en það eru ykkur meiðsli í gangi og þá verðum við bara að nota þau til þess að undirbúa betur, sjá hver eru leikfærir og hver er ekki. Er þetta hliðarverkun á því að menn fengu lítið frí í sumar? Já, ég get nú trúið því að þetta sé að hluta til. Þetta er þetta öðruvísi að koma til leiks eftir jafnvel að fá lítið og sumir ekkert sumarfrí og eðlilega þá þreytist skrokkurinn og menn eru ekki alveg ferskir og maður hefur séð það á síðustu vikum hvað menn eru að ná í rauninni betri tökum á sínu leik og er að nálgast sitt besta en það tók svolítið langa tíma í upphafi tímabils. Ef þessi menn á sér ekki, við höfum náttúrulega verið ótrúlega heppnir með meiðsli og náðu að keyra sama liði, hlaut að koma að ef við myndum lenda í einhverju svona? Nei, en ef það kemur þá bara tæklum við það og við erum með flotta leikmenn og þetta bara gefur öðrum tækifæri sem eru búin að bíða eftir sínum tækifæri þannig að við lítum bara allavega ekki neikvætt á það þó að nýjir leikmenn fái tækifæri. En svona kannski með þessa tvo leiki það kannski myndu taka séns á mönnum á fimmtudaginn eða myndu hlífa þeim sem eru tæpir? Það fer bara eftir hvernig ástand er á mönnum, hvernig við horfum á það. Auðvitað bara horfum við á þennan Finnlandsleik fyrst og fremst núna og svo bara metum við það eftir handleik hvað við gerum fyrir Tyrkjarleikinn en allir fókusin er á fyrir leikinn og við ræðum ekkert Tyrkjarleikinn fyrir að sá leikur er búinn.